Norlandair býður upp á áætlunarflug á milli Akureyrar, Vopnafjarðar og Þórshafnar. Á flugvellinum á Vopnafirði hittum við Guðrúnu Önnu sem starfar þar sem umboðsaðili Norlandair, en hún sér til þess að farþegar og farangur rati rétta leiðin í vélina og margt fleira. Við forvitnuðumst aðeins þessa flugleið og hvaða þýðingu hún hefur fyrir íbúana. Þessi ferð hérna, þessi leið á milli Vopnafjarðar, Þórshafnar og Akureyrar, er þetta mikilvæg leið? Já, mjög mikilvæg. Þetta eru einu almenningssamgönguna sem við höfum. Þannig að þetta er bara gríðarlega nauðsynlegt að hafa þetta hérna. Er þetta vel nýtt? Já, þetta er bara, já, ég myndi segja það. Og það er alltaf að aukast. Það er þeir lækkuðu verðið á fluginu fyrir rúmum 2-3 árum. Og auðvitað tók tíma fyrir fólki að átta sig á því að það hefði lækkað verðið og hvað þetta er bara gott að nýta þetta þá. Þannig að það er alltaf að aukast, finnst okkur. Og er fólkið svona þakklátt fyrir að þessi þjónusta er til staðar? Já, gríðarlega. Þetta er bara svo nauðsynlegt að hafa þetta, sko. Þannig að við erum bara gríðarlega þakklátt fyrir það. Það er sennilega þægilegra einmitt að taka flugið héðan til Akureyrar. Þetta er náttúrulega alveg svolítið löng leið að keyra. Já, við erum alveg 2,5 tíma að keyra til Akureyrar. Og það er náttúrulega líka, eins og ég sagði áðan, það er þetta einu almenningssamgöngunar. Þannig að fólk sem hefur ekki aðganga bíl og fullorðið fólk og annað, og við sækjum mikið sjúkrahús á Akureyri sinnir okkur svolítið. Þannig að við verðum bara eiginlega að hafa þetta, við verðum að hafa þessa tengingu við Akureyri. Þannig að þetta er bara gríðarlega nauðsynlegt. Við hittum Ólöfu Helgadóttur fyrrum bónda á Hátegi í Vopnafirði þar sem hún var að bíða eftir fluginu sínu til Akureyrar. Ólöf, nú ert þú það bil að fara í flug til Akureyrar hérna frá Vopnafirði. Ertu dugleg að nýta þér þetta? Já, ég fer oft með flugi. Ég hef hvorki bíl eða bílstjóra og margir minni stöðu nýta þetta. Þetta er algjör nauðsyn og lífæð. Og áætlunarflug hérna til Vopnafjarðar, veistu hvenær það byrjaði? Áætlunarflug hingað byrjar í kringum 1960. En Norlandair er stofnað 1974, þannig að þeir hafa, byrjað sennilega áætlunarflug hingað svona í kringum það, 1974. Það er ansið langur tími, en hvernig er samt dagskráin hjá okkur? Þið fljúið hérna á virkum dögum, eða ekki? Jú, það er flogið alla virka daga, 1 flug á dag. Og hvenær, klukkan hvað? Þeir fara í lofti frá Akureyri 8:40, lendir hérna svona milli 9:15, 9:30, misjandi eftir hvað vél er að fljúa, það er mjög hraðskreiðar. Og fara svo í lofti hérna, áætlunin er að fara 9:40 yfir á Þórshöfn. Og svo þaðan aftur til Akureyrar? Já, það tekur 15 mínútur að fljúa hérna yfir til Þórshafnar og þeir áætla að fara frá Þórshöfn 10:10, lenda á Akureyri bara rétt 11. Hvað ert þú búin að vera lengi í þessu starfi? Ég er búin að vera í 2 ár hérna. Og hvernig, er þetta skemmtilegt starf? Þetta er alveg rosalega skemmtilegt starf. Þetta er alveg bara mjög skemmtilegt. Hvað er skemmtilegast við þetta? Ég veit það ekki. Það er bara fólkið og bara starfið. Mér finnst þetta bara skemmtilegt starf, Ég er búin að starfa sem hárgreiðslukona í tæp 20 ár, rek stofu hérna út í bæ. Langaði bara einhverjum svona smá tilbreytingu. Þannig að mér bauðst þetta að taka þetta í ár sem byrja með. Svo bara líka með það vel að vera hérna á morgnana að ég bara hélt áfram. Og þetta er rosalega mikið sama fólki, eða ekki? Eða svona oft allavega, þannig að þú kannski nærða að kynnast því svolítið vel. Jú, og svona þekkistu öll hérna. Við erum svona lítið þorp að það þekki allir alla hérna. En jú, þetta er svolítið einmitt svona sama fólki kannski sem er að nýta flugið, finnst mér. En það eins og ég segi, það er alltaf að aukast. Fólk er svona að átta sig á því hvað þetta er í rauninni bara þægilegu kostur. Og líka þetta náttúrulega að þú ert farin í lofti hérna frá Vopnafirði um 9:30 og þú ert kannski lent í Reykjavík hádegi. Það munar heldur en að þurfa að keyra í 8 tíma. 7 tíma er aksturinn, en ég minna þú ert alltaf 8-9 tíma á leiðin til Reykjavík með stoppu og öðru. Þannig að þetta er náttúrulega bara gríðarlegu kostur.